Já, komið sæl, þetta eldhúsmeistarana. Við ætlum að sýna ykkur hérna ömmu og mömmumat, eldgamlan mat. Við ætlum að sýna ykkur hvað við erum að bjóða upp á alla 50 daga á sjávarbarnum. Takk fyrir, út á Granda! Komið sæl, þetta eldhúsmeistarana. Nú ég á Heimavíkstöðum. Í þessum þætti ætla ég að segja ykkur frá hérna það sem ég að gera á 50 dögum. Þetta í byrjun október og við ætlum að reyna að vera með ömmu og mömmumat. Eins og hann gerist bestur. Við ætlum að vera með skötu, síinn fisk, saltfisk, nætusaltaðar gellur, fiskibólur og plokkfisk. Og tilherrandi meðlæti. Ég ætla að sýna ykkur frá þessu og segja ykkur frá ykkur í þessum þætti. Og ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur. Þetta alveg bara magnað að vera með svona gamla mat. Það ekki margir með svona orginal. Margir að spyrja mig þetta. Ég var að gefa hóp hérna að borða Ólafsfirðingafélaginu og þau vildu fá síinn fisk. Ég hafði svo gaman að þessu, ég bara ákvað að hafa bara alltaf á 50 dögum og finna bara alla gamla fiskin okkar og reyna að fá Íslendinga til að koma og borða gamla góða matinn okkar. Ég ætla að byrja að útskýra. Við gerum allt saman sjálfur og ég reyna að verka fiskinn sjálfur og svona. Já, ég ætla nú að byrja á því að segja ykkur frá það sem við erum með í gangi. Hérna erum við með, skal ég segja ykkur, nýbaka brauð eins og við lögum þetta og við lögum alltaf á hverju morgni nýbaka brauð og ég ferðin landi þá ég búin að næla mig svo mikið upplýsingar og einu staðnum sýndur mér uppskrifta af svona flottu brauði. Ég set fullt af olíum í þetta og kryddi og baka þetta sjálfur á hverju morgni. Alveg meiri átt gott brauð. Nú, svo sáum þið hérna ég líka að laga mitt eigið rúgbrauð sjálfur. Það hefur svolítið mikið að segja. Við erum með í þessu, skal ég segja, flott hráefni eins og þar á meðal síróp. Bakarar setja aldrei síróp í rúgbrauð. Við gerum það. Það voru svona sætt og fínt og rosalega gott. Margir búin að hæla rúgbrauðinu mínu. Þetta gerum við alltaf, annars slagið og bökum. Nú, við erum með 2 salat hérna. Svona, þetta nú ekki svona að gamla. Þetta majónessalat og kúmensalat með súrsætt. Síðan erum við með síldarétti. Það alltaf voða vinsælt. Hérna erum við með karrísíld. Og ég tek síldina og marinerana sjálfur og svo ég með rússneska rauðrófusíld, það rauðrófur og síld og þetta setji ég majónes og þetta rosalega gott með rúgbrauðinu. Heyrðu, ég lagaði alveg spes að því núna erum við í sláturtíðinni og núna lagaði ég alveg spes sviðasultu fyrir þetta, alveg flott og fína sviðasultu. Svo erum við með grafna löngu, ég alltaf verið með grafinn fisk einhvers konar. Grafinn langa mjög góð, við gröfum þetta svona eins og lax og lögurinn svona mikið salt og pipar og svona kryddjurtir, svolítið sykur, látið liggja í 2-3 daga og svo þetta skorið í sneiðar og svo þetta gamla góða sinnepsósan með, svakalega gott. Síðan erum við með gömlu góðu skötuna. Ég með skal ég segja ykkur frá því að ég með laga alla skötuna sjálfur. Ég búin að gera það núna í 5-6 ár og í desember þá byrjum við svona hálfu mánuði fyrr, svona 8. til 10. desember og við erum gríðarlega vinsæl með skötuna. Og ég laga alveg svakalega mikið magn og hún hefur alltaf gengið svakalega vel og ég búin að ná góðu lagi á þessu. Ég fór nú til frændur mínar á Suðurnesjum og var að sýna ykkur frá skötuveislu þar, 400 manns. Mér fannst hún ekki nógu sterk hjá þeim, en ég með hana nógu sterka. Menn sagði bara og hörðustu Vestfirðingar þeir eru mjög ánægðir með hana.
skatan ala Magnús, bara ala grandin hérna og hún verður alltaf á 50 dögum einn af réttunum. Nú, við erum með saltfisk líka, alveg bara, ég legg hann í salt sjálfur og geym hann og hann verður vel leginn alvöru saltfiskur hérna og þú veist, við gufu sjóðum hann verður sterkur og fínn og bragðgóður og svo fengum við fullt af gellum. Hver man ekki eftir hérna nætusöltuðu gellu hérna í gamla daga, þetta bara sést ekki á matselum í dag, en þetta sést á sjávarborðum. Æðislegt. Heyrðu, svo erum við með hérna í hittanum, þá erum við með heitar kartöflur, bara handskrældar, bara, þú veist, ekki keyptar og skrældar og vakuumpakkaðar, það eru bara handskornar, stórar og góðar kartöflur. Og svo erum við með hérna rófustöppu, það hefur komið langbest út, sko, það hefur verið að hafa heila rófur, þetta hefur bara þótt svo gott, gamla góða rófustappan. Og svo erum við með gamla góða plokkfiskinn. Hann hérna, skal ég segja ykkur, lagaða. Ég búinn að laga 100 lítrar í hverri viku. Þetta hefur verið vinsælasti rétturinn minn á sjávarbarnum síðan ég byrjaði, plokkfiskurinn. Gamli góði lagaðar með kartöflum í og á gamla mátan, alveg svo amma gerði þetta. Og svo ég með hérna síenfisk. Hann nú sjaldséður maður. Fekk hann eftir krókaleiðum. Alveg bara meiri háttar. Nú, svo ég með hamsa, hnoðmör og Breiðafirði frá honum Hafsteini vinni mínum og svo ég með þessa íslensku fiskibúllur. Fiskibúllurnar hennar ömmu. Þessi tveir réttir, ég þori bókstaflega ekki að taka það út. Þeir eru búin að fylgja mér núna í 5-6 ár. Þetta eina sem ég alltaf með og þeir geti gengið að þeim vísum, fiskibúllur og plokkfiskur. Já, heyrðu, ég ætla líka að segja ykkur frá einu. Ég ennþá, í fyrra þá seldi ég hérna 5-6 þúsund eintökur og voru þrjár prentanir á bókinu. Hún ennþá í fullu fjöri, þessi hérna bók hérna, Íslenskar hversdagskræsingar og þar til dæmis uppskrift af hérna, sjáu þið, fiskibóllurnar hennar ömmu, plokkfiskur með rúgbrauði. Við erum með uppskrift af þessu öllu saman hérna. Alveg meiri háttar. Og þetta í bókinni minni Íslenskar kræsingar. Og það hægt að fá ennþá hérna á sjávarbarnum. Ég á eitthvað ennþá smá lager eftir af því. Og inn í þessu sko, þú veist, þetta heimilismaturinn. Sjáu þið, þetta þarna fiskmeti, kjötmeti, sósur og meðlæti, súpur og grautar. Ég einmitt með í hlaðbólunum, þá ég með hérna grjónagraut með rúsínum og kanil. Ef fólk vill fá í eftirrétt eitthvað svona hressandi á eftir. Og svo ég með bakstur, ég með hjónabandsælu og brúntertu og skýrtertu og svo ég með eina sunnudagssteik, svona lambasteik. En af því þessi bók gekk svo vel, þá kom ég líka með seinna hérna íslenskur hátíðamatur og þetta svona meira sunnudagsmatur og það sem menn að gera í jólin. Ég á ennþá það til líka. Þannig að þú veist, bækurnar ennþá til. Ég nú svona að plugga staðinn líka, ég í eldhúsmeistarana og gaman að segja ykkur áhorfendur góðir frá hérna staðnum minnum út á Granda. Ég yfirleitt við hérna í hádeginu og kvöldin og fólk allt land sko. Endilega koma á 50 dögum og endilega koma alla daga hérna í hádeginu og kvöldin hérna og heimsækja mig. Ég hef rosalega gaman að fólk út á landi, sko, fólk Snæfellsnesi og Vestfjörðum, við vorum að gera skemmtilega þætti á Vestfjörðum, við vorum að gera skemmtilega þætti í Vestmannaeyjum. Ég hvet ykkur til að koma að heimsækja mig þegar þið eru í bænum og fá alvöru fisk hérna á sjávarbarnum. Heyrðu, þið komum bara á og við ætlum að sýna ykkur meira frá þessu eftir þegar fólki fer að borða og smakka og svona. Takk fyrir!
hérna konur með fastagesti hérna á sjávarbarnum. Ég ætla aðeins að fá að heyri þeim áður þið smakka á fínheitunum. Og þetta eru svona strákar á góðum aldri. Strákar. Og úlingar. Heyrðu, eru þið búin að borða mikið af þessum mat? Skötu, saltfiskur, síinfiskur, nætursaltaðar gellur, fiskibólur, plokkfiskur. Má byrja á þið bara, hvað er hérna? Róbert heiti ég. Já. Já, ég borða þetta hverju ári. Hverju ári? Já, tvisar. Nú, eldar þetta ekki heima höður? Já, kona gerir það stundum. Já. Svona spari? Já, út á svölum. Já. en síinfiskurinn og fiskibólurnar og saltfiskurinn, þú mátt borða það? Já. En hvernig með því? Hvað er þitt nafn? Ragnar Bragason heiti ég. Heyrðu, ertu búin að borða svona mikið mat í gegnum árin? Þá er ég að tala bara alveg frá fæðingu og ég er að tala líka saltfiskinn og fiskibólurnar og plakkfiskinn og svona. Já, ég hef borðað þennan mat gegnum tíðina alveg hreint. Plokkfisk og allar mat og bólur og saltfisk? Saltfisk og skötu og allt þetta. Ert þú svolítið alinn upp við síinfisk? Ekki við síinfisk beinni, ég hef búin að smakka hann. Og finnst þér hann góður? Mjög góður, já. Og ég hef borðað hann hérna hjá Magga og núna er ég að fara að borða síinfisk hjá Magga vini mínum. Og þú ert duglegur að koma hérna alltaf á laugardögum í plokkfiskinn, einn af föstugestunum? Já, ég kem alltaf hérna á laugardögum í hádeginu og gott að koma til Magga alltaf, hann er alveg sérstakur í matristunni. Takk fyrir. Heyrðu, og nafnið þitt er? Svanur Bragason. Svanur Bragason. Já. Segðu mér með, hérna, hefur þú borðað mikið af þessum mat? Já, ég er alinn upp út á landi og... Hvar út á landi? Á Vopnafirði. Já. Var síinfiskur þar? Já, síinfiskur og allt sjávarfang, bara saltfiskur og... Og skata? Var skataborðu bara... Ég kynntist nú lítið skötu fyrir en ég kom á Eskifjörð. Og þá byrjaður að borða hana þar? Já, þá fekk maður alltaf að vera hverju skötum. Varst þú svolítið á sjóu þá eða? Nei, ég var aldrei á sjó. Nei, ekki mikið í saltan sjó? Já, ég hef gert það að vísu en ég var ekkert á sjó mikið, sko. Það hefur ekkert verið þannig, sko. En mér finnst þetta voðalega góð matur, þessi... Nú borðar í mötuneytum hjá ríkinu, er stundum svona saltfiskur og svona gamli góði maturinn þar? Nei, ég hef ekki borðað í mötuneytin á ríkinu, sko. Nei, hvað heitir aftur hérna hjá það sem þið búið? Já, Boðaþinginu. Já, það er mötuneytin. Já, það er mötuneyti. Þar fáum við fína mat, sko. Já, fáum við grjónagraut og Já, stundum. Og nafnið þitt er? Alexander Jóhannesson. Já, og þú þekkir þennan mat svolítið? Já, ég þekki nú saltfiskinn dálítið mikið því að ég var alltaf í sveit. Já. Og hérna... Hvar varst í sveit? Ég var á 2 stöðum. Ég var á Fagradal og Skarðströnd og Hraunsfirði í Helgafellssveit. Og það var nú lítið nýjan fisk. Þetta var alltaf saltfiskur. Og svo var náttúrulega súrmatur og svona. Maður er svolítið alinn upp við þetta. Og þú notaði tækifærið að koma og smakka gamla góða matinn hérna og hlakkar til. Já. Heyrðu, og svo er hérna aðalmaðurinn sem er búinn að koma til mín hérna í mörg ári í hádeginu og haldið mér á tánum. Ég er alveg skítrættur við hann rífur svo mikið kjaft. Hvað er nafnið? Foringinn. Vigfús Jónsson. Já. Heyrðu, og þú ert búinn að koma hérna og borða plokkfisk, en hvernig ert þú alinn upp við þennan gamla góða mat? Já, svona hluta. Ekki, það var alltaf saltfiskur ef ég maður rétt á laugardögum og annað og ég er mjög hrifinn af þessum mat yfir höfuð nema að mætti sleppa gellunum. Ekki gellur, ekki nætursaltaðar gellur? Nei. Og hvað er að þeim? Viltu fá það beint í æð frá mér? Já. Mér finnst það slepjulegu matur. Já, ég virði það að fólk segir þetta, að þetta eru sko tungan úr þorskinum og fólk setur þetta fyrir sig, en þetta finnst mann mjög gott að stappa saman við kartöflur og hamsa og borða þetta, en ég hef heyrt þetta áður, þannig að þetta kemur ekki óvart. Heyrðu, og svo að lokum,
Ekkert nema bara ég ætla að halda fram að koma hérna áfram. Já, og þú kemur alltaf á lögatum í hádeginu? Alltaf á laugadögum. Plokkfisk? Í plokkfisk eða fiskibólur eða eitthvað rauðsprettu og annað eitthvað gott. Gott, já, fiskmenn. Sem að færa allt hérna gott. Æja, strákar, nú bara byrjiði á veislinu og smakkið þetta allt saman. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Við erum stödd hérna á Sjávarbarnum og ég náði tala af honum hérna, góðum viðskiptavinn hjá mér sem komur oft og nafnið Jens Guð. Jens Guð. Heyrðu, og þú ert líka flottur bloggari, ég er búinn að lesa oft hjá þér, bloggin og skemmtilegt það sem hefur til hlutana að leggja. Já, gaman að heyra. En þú ert búinn að koma oft og þú bara hlakkaði til að koma á borða þennan gamla mat. Já, ég var bara búinn að hlakka til í marga daga til þessa dags. Og hvað nú uppáhaldið að þessu? Við erum með síenfisk og nætur saltaða gellur og skötu og saltfiskur, fiskibólur og hérna plokkfisk. Hvað var svona í uppáhaldið hjá þér? Mér þykir skemmtilegast að blanda þessu saman, sitt lítið að hverju, smá kæst skata og síefiskur, smá saltfiskur líka og gellur. Já. Og síðan líka þetta hérna kalda forréttaborð á undan. Já. Og ótrúlega ódýrt í rauninni. Ég veit ekki hvernig þið farið að því að verði geta svona innan við 2000 kall. Það akkúrat máli, gott og góðst einu á 1990. Það út af því að ég lagaði þetta allt saman sjálfur frá grunni og kaup ekki frá neinum milliliðum. Ég bý til síldina sjálfur, gref launguna sjálfur, bý til skötuna sjálfur og þannig að þá hægt að gera þetta svona og svo líka bara gaman að halda við þessum gamla góða mat. Það nú snilldin í þessu að það sé bara boðið upp á svona á þessum árstíma. Já, og við erum í október og ég ætla að reyna að hafa þetta fast á 50 dögum og séð þið ekki bara oftar á 50 dögum? Jú, ég bara byrjaði að hlakka til næsta 50 dags. Já, heyrðu, en þakka þér fyrir komuna og bið að heilsa þér og gangi þér vel. Takk sömuleiðis. Já, komið í sæl, þetta hérna kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana. Heyrðu, við ætlum að fylgjast með því að búa til matarbíl. Ég á svolítið í þessu fyrirtæki, Magnús Ingi Magnússon, sjávarbarinn á Texasborgarar. En aðal eigandinn hann Halli, ég kalla hann alltaf Halli, hann búinn að vinna hjá mér í 5 ár. Og hvað heitirðu, Halli? What is your name? Hvað nafnið þitt? Jeg heter Halli. Vietnam nafn Ha Hoàng Lâm. Ha Hoàng Lâm. Ha Hoàng Lâm. Heyrðu, Halli, þú ætlar að innrætta þennan bíl, eða við ætlum að innrætta hann hérna saman. Já. Og þú ætlar að fixa hann alveg fram og tilbaka. Og hvað ætlar að selja í bílum? Við ætlum að selja bánh mì. Bánh mì? Hvað það? Bánh mì íslensku segir namloka. Lamloka. Samloka? Samloka, já. Fraklandi kem bánh mì til Việt Nam. Nokkra 1858, ég man ekki, já. Herru, ég var nú að þýða þetta, hann talar ekki alveg svakalega góð íslensku, en ég náttúrulega búinn að heyra söguna að 1858 komu fransmenn til Vietnam og þeir eru náttúrulega frægir fyrir bakveitbrauðin, en síðan fundu Vietnamarnir út skemmtilega fyllingar í brauðið og þetta bánh mì og þetta með svona vietnamskum mat inni og teisti og skal ég segja okkur og þetta rosalega vinsælt í Ameríku, Englandi og Evrópu og við erum svona Halli svona fyrstur með þetta á bíl en það hefur verið einn staður í Reykjavík með þetta svona en við erum að gera þetta í alvörunni, er það ekki Halli? Já. Það segðu mér, hvað inni? Þetta svona eins og Subway samlokur og bátar og svoleiðis, en þetta Vietnam, þetta asískt. Þetta svona, ég búinn að smakka þetta oft hjá honum, þetta æðislegt. Þetta öðruvísi bragð. Hvað svona öðruvísi við bánh mì samlokur heldur en aðra samlokur? Öðruvísi? Já, þetta bánh mì öðruvísi, hvað ég segi? Ég bara búið til eitthvað frá svínakjöt og sitta öðruvísin grýt og öðruvísin búið til dæmis
sitta grýt með kjöti og heila og geima heila eftir þetta daga í kæli. En þá eftir þetta sjóra meira klukkan tíma. Já, til dæmis með svínager. Herðu, við ætlum að búa til nokkur einslög með þetta og fylgjast með þessu frá byrjun og útskýra þetta. Hann ætlar að útskýra þetta og hann ætlar að ræður alveg 100%. Þetta verður Víetnams samloka á Víetnam. Sko. Hann með átvæslurnar og ég ætla ekkert að skipta mér að þessu hvernig hann gerir þetta og ég er búinn að smakka þetta hjá honum. Og það svona gúrkur og gulrætur í þessu og mikið kóríander og allt ferskar kryddjurtir eins og er í Asíu og svo hann með svona svínakjöt sem hann steikir og síður og hann lagar sósurnar sjálfur, svona egg, svona majónes sósur en samt ekki maður, þetta er allt öðruvísi. Ég er alveg viss það að þetta verður eina svona samlokurnar á Íslandi og alveg nýtt í flóruna, hann áhorfendur góðir á INN og eldhúsmeistarana, þið verðið þátttakandi í mannkynssögunni að fylgjast með því hvernig bíllinn er búinn til. Sjáið við fengum þennan ameríska bíl sem er Servolet Step 1 90 mótilið og það var aðeins byrjað inn þetta en við erum að fara að klára hann. Við erum að panta í hann glugga og við erum búin að panta í hann, ekki búin að panta gasofn? Já, gasofn. Og pönnu og... Já, gaspönnu. Og... Kæli, já. Fyrir salat. Já, og svo ætlum við að einangra hana innan og þyljan, setja stálplötur, svo ætlum við að setja flotta glugga og þetta verður rosalega flott og svo þegar túrismin á Íslandi, nú er komin 1,2 milljónir, það var 1,8 og 2 milljónir og við ætlum að selja túrhestunum, samlokur og Íslendingunum og þetta verður voðalega spennandi að fylgjast með þessu Halli. Var það ekki? Já. Og við ætlum að leyfa áhorfendum að fylgjast með frá byrjun. Við erum búin að sýna taka myndir af honum og hann breytist. Við látum okkur vita eftir 2-3 mánuði aftur og við ætlum að reyna að opna hann, er það ekki í mars á næsta ári? Já, í mars, er april. Já, mars að april. Og það er heljan en Halli þarf að fara að taka meira próf og við þurfum að fara að æfa okkur og þetta er voðalega gaman. Já, voru gaman. Halli er að fara að taka meira próf hjá ökuskólanum að því þetta er hann svo stóri þessi bíll. Við förum alveg eftir öllu og eigum eftir að tala við heilbrigðiseftirlitið og fáum alveg allar upplýsingar og margir góðir menn ætlar að koma og hjálpa okkur og liðsinna okkur og þetta er verður skemmtilegt verkefni Halli. Er ekki? Já. Mjög gaman. Ég bara mjög gaman, já. Og Banh Mi á Íslandi. Já, á Íslandi. Namloka. Samloka, langloka, namloka. Namloka. Og við komum aftur inn á eftir seinna og leyfum ykkur að fylgjast með. Takk fyrir!